Morgunin hefur alltaf verið svona minn tími, vakna snemma og fara út og koma síðan ferskur inn og endurnærður tilbaka og fá sér góða morgunmat. Þar hefur hafragrauturinn alltaf komið sterkur inn. Hafragrauturinn, hann bara klikkar aldrei og sama hvað maður er að fara að gera á æfingu eða eitthvað annað, þá getur maður verið viss að vera með fullt af orku á tankinum ef maður fær sér hafragraut í morgunmat. Og dagurinn er bara allt annar. Matur og menning er í boði Netto. Ostur, appelsín, garn og pennar. Allt það og margt annað í Netto. Netto. Kræsingar og kostakjör. Í þessum þætti af mat og menningu ætlum við að skoða Þýskaland örlítið betur. Hún Nicole vinkona mín ætlar að koma og prufa súrkáli mitt og norrlenskt hangikjöt. Við ætlum að skoða örlítið jólabjórinn. Við ætlum að baka okkur brauð, en að venju þá byrjum við að versla inn í Netto. Að baka brauð er ekki flókið, maður má alls ekki vera hræddur við það. Því að brauð er í rauninni bara hveiti, vatn, salt, ger. En svo getum við breytt til og gert alls kyns variasjónir eins og okkur dettur í hug. Og núna er til dæmis í tísku að nota spelt sem er aðeins glúten minna heldur en þetta unna hveiti. Það eru til nokkrar tegundir. Hér er svona ljóst spelt og svo líka fyrir dökkt brauð. Svo er Kornax farið að setja á pakka hveiti sem er talið betra í brauð og pizzubotna. Þetta í bláu pokunum. Og heilhveitið er náttúrulega gott að blanda saman við, að gera brauðið okkar örlítið hollara. En munið, þetta er ekki flókið, hveiti, ger, vatn, örlítið salt. Heyrðu Ingvar, við erum komin í norrlenska. Ég er aðeins farin að hugsa jólin. Kannski aðeins og snemma í því, en samt hangikjöt. Já, þú ert sko ekkert að snemma í því vegna þess að við byrjum að hugsa jólin leið og jólin er fyrra klára. Já. Það er löngu byrjuð. Það er alla græjur í botni alltaf. Það er allt í botni og við náttúrulega byrjum að reykja bara nánast í byrjun nóvember og við þurfum að undirbúa hrápylsur og hráskinku og dýrreykt og einreykt og þannig að það er allt komið alveg á fullt. Það er nóg að gera. Já, það er nóg að gera og mikið sem á eftir að ganga á að jólin koma. Getum við kíkað á eitthvað reykt læri? Já, við ætlum að kíkja hérna aðeins hérna inn í ofnin, það sem ég ætla að sýna þess að við erum að reykja tvíreikt kindainnalæri. Já. Og svo er ég með tvíreikt uppi á skrifstofu hjá mér sem við ætlum að skoða og ég vil geða okkur á. Ég laga það með til. Já. Það er þessi flottir reykur. Það er steinleikur. Ingvar, þetta er lærið. Já, þetta er tvíreikta lærið. Kea tvíreikt hangilæri. Hvað þýðir tvíreikt? Hvernig er það öðruvísi heldur en svona hangilæri? Sko, tvíreikt hangilæri er í raun fjórreikt. Það er að segja að við erum búnir að við kyndum 4 sinnum undir, kveikjum 4 sinnum upp. Sem að segja þá að venjulegt hangikjöt að þar er í raun kynnt 2 sinnum undir. Og síðan er náttúrulega sérstæða tvíreiktakjötsins líka svo að það er náttúrulega látið hanga og við verkum það og framleiðslan er í raun ekkert ósvipuð því og það sé verið að framleiða hráskingur. Já. Og þetta læri og við erum sáttir þegar það er nær svona 6 vikna verkunartíma. 6 vikur? Þá er það tilbúið til þess að fara... Frá slátrun til neyslu eru 6 vikna prósess? Já, frá því að framleiðslan hefst þegar við leggjum í pækil og byrjum að reykja. Ertu með einhverjar tölur hvað þið setjið frá okkur mikið að hangikjöt fyrir jólin? Já, við erum að setja náttúrulega rosalega mikið. Við erum fyrir löngu búnir að sprengja alla okkar afkastagetu. Þetta er vel yfir 100 tonn sem er að fara frá okkur á hangikjöti. 100 tonn?
Já. Það eru nokkrir sneiðar á mann á jóladag. Já, við höfum nú oft sagt það að hver einasti Íslendingur borðar hangkjöt frá norðlenska allavega tvisvar sinnum jólin. Já, en nú ég eiginlega, ég að fara að hitta hana Nikki vinkonu mína. Ég nú verið svolítið að því að brjóta lög og reglur, en hún þýsk og ég lagði í sauerkraut, súrkál. Já. Og það tilraun á eftir hvort að það stemmi, hvort að Nikki geti fengið smá Þýskaland með hangikjötinu jólum. Líst þér á það? Mér líst rosalega vel á það. Það verður rosalega skemmtilegt að sjá og fanta góð tilraun. Tekur þetta læri og þú bara sneiðir onni hana með sauerkraut. Ég stendst ekki lyktina. Ég fara núna að hugsa hvað ég að gefa konunni í jólagjöf. Það svo góð lyktin, Það alveg að detti í jól. Ef maður hugsa svona... Þú eru bara að fá þér. Nú fáið. Bara tekur nýðin nú. Nikki, við erum komin á Kaffi Ilm og það nú svolítið góður ilmur hérna núna. Ó, já. Af hangikjötinu sem ég kom með. Algjör jólalykt. Ég ætlaði að plata þið í smá tilraun, en ég fór líka niður í Vífilfell og fékk að gjöf jólabokk. Byrjum á því að kíka aðeins á það. Brat mir ein Prachtsteak, Peter kocht jetzt feinstes Fleisch. Bin das Update, Peter Fox 1.1. Ich will abshaken, feiern, doch mein Teich ist zu klein. Wir wechseln neue Reihe, Beißer wie bei einem weißen Hai. Gewachs, gedopt, poliert, nagelneue Zähne. Ich bin euphorisiert und habe teure Pläne. Ich kaufe mir Baumaschinen, Bagger und Walzen und Baldur, þú ert ábyrgur fyrir miklum og stórum hlutum hérna hjá Vífilfelli. Já. Yfir bruggari. Já. Og ertu með einhverja tölu og hvað þið eru að senda mikið út úr tönkunum svona fyrir jólin eða af jólabjörnum og öllum hinum tegundum? Já, það mörg þúsund lítrar. Mörg þúsund lítrar? Já. Þannig að landinn kann að meta, það rosalega mikil tíska núna fyrir þessum jólabjór. Það allir að setja jólabjóri núna og oftar en ekki þetta uppselt löngu fyrir jól. Já, það orðið mikil breyting á að fólk orðið svo miklu tilbúna heldur en að vara að prófa eitthvað nýtt og öðruvísi og miklu svona nýjungagjarnara. Hvað vinsælast í dag? Af hverju eru þið að selja mest? Við erum að selja langmest af Viking Gildum og hann búinn að vera vinsælasti bjórinn á Íslandi í mörg ár núna í röð. Og hann líka bjór sem búinn að vera á markaði síðan 89 og kom þá í aðeins breyttri mynd, búinn að vera nokkuð lengur til sem vörumerki. En þá kom hann í núverandi mynd fram á sjónarmiðið og hefur stöðugt verið að auka við sig í markaðshlutdeild síðan þá og núna vinsælasti bjórinn á Íslandi. Ég að fara að hitta Nicole vinkonu mína á eftir. Mér langar að gleðja hana, ég að leika mér að súrkáli, þessu þýska, og norrlensku hangikjöti. Ekki get ég skælt eitthvað frá þér svo ég geti bætt í þessa litlu tilraun mína með Nicole. Ég held að veri tilvalið að fá þá einhvern svona svolítinn karatmikið bjór sem hefur góða fyllingu og heldur svolítið vel við reykta kjötið og súrkálið sterku bragð. Þannig að jólabokkin okkar, Viking jólabokk, hann ætti að geta komið vel út. Hann sterkur og mikla maltfyllingu og smá sætleika og sem ætti að smellpassa við þetta vonandi. Hljómar vel. Ég þakka þér kærlega fyrir að taka á mót okkur, Baldur, og gefa okkur smá tíma. Ég veit að það örugglega nóg að gera hjá þér. Jó, á þessu tíma það. Já, takk. Takk sömuleiðis. Heyrðu, það var jólabokkin
Já, en ætlar þú að bjóða mig upp á það eins og það er núna? Já, er þetta bannað? Já, allavega þegar við erum að hugsa um Þýskaland í kvöld, þá myndum maður segja að það vantar svona smá eitthvað óan á. Það á að vera hattur. Nákvæmlega. Ok, þá þarf maður náttúrulega kannski bara að gera Svona svolítið. Já, láta þetta koma. Það er miklu fallega. Ég get þetta. Já, þetta ekki. Eyjafjörður og Þýskaland. Ég fór nú að spá í hvernig ég næði að tengja þetta saman. Ég nú svolítið fyrir að svindla stundum í matreiðslu. Ertu kokkur, sem sagt? Og ég gerði kál. Ég veit ekki alveg hvort að við getum sett þetta á blað sem súrkál að þýskum hætti, en allavega langaði mig að pröfa hvernig þetta færi saman. Það er nú ekkert mjög langt á milli Danmerkur og Þýskalands, en ég tók dönsku aðferðina. Já, ég skil. Ég ætlaði nú ekkert að segja neitt frá því, en ég efast ekki að þú getur allavega sagt mér hvort að þetta gangi upp, Ég er bara mjög spennt. Ég lagði þetta bara niður eins og við leggjum niður gúrkur. Já. Bara með edik, smá salt og smá hunang. Já, ég skil. En þetta klárlega er náttúrulega ekki eins og amma hefði gert það í Þýskalandi. Nei, þetta er ekki þýskt súrkál, það er nú alveg á hreinu. En hins vegar er möguleiki að búa til svona þýskt hvítkálsrétt og það heitir bæriskrát. Og þá er þetta svissa kálið í pönnunni og þetta setja svona hunang eða sem sagt minn vegna púðursykur, myndi passa bara mjög vel, inn í því og svissa þetta á pönnu. Og þetta væri allavega bæriskrát eins og það er báðað í München til dæmis. Svo þetta væri svona fljótari aðferð. Ingvari í norðlenska, hann lét okkur hafa tvíreikt hangilæði. Ljóma vel. Og við stálumst nú aðeins til að smakka og það var frábært. Það er lungamjúkt og verkaði eftir aldagömlum aðferðum og reglum. En við bara smakka þetta. En nú er það nú er stóra stundin. Hangikjöt er æðislegt. Það er bara svolítið súrt hjá mér, kálið. En nú verð ég bara að smakka kálið. Ég held að það væri verra. Þetta er ekki slæmt. Þetta er Nei, í alvöru tala. Þetta er ekki slæmt. Þetta gengur alveg saman. Já. Það er Þetta er bara fínt. Ekki lögbrot. En það var eins og hann, Baldur bruggmeistari sagði að hann mælti með þessu öli, hann vissi hvað við vorum að fara að borða. Þetta væri karaktermikill jólabokk. Skál. Skál. Mjúkur maltaður. Það er mjög gott. Þetta er hægt. Jú. En hvað ertu búin að búa á Íslandi lengi? Ég kom, það er nú bara spurning, ég flutti til Íslands 2005. Já. En ég kom fyrst til Íslands 1999. Og þá, mér langaði alltaf að koma til Íslands. Hvað dróði þig til Íslands? Hvað heldur þau? Hestana. Hestarnir. Íslenska hesti. Það er skiljanlegt. Já, er það ekki? Jú. Og þetta er svo sem svolítið spes út af því þegar ég var ástfangin í fyrsta skipti í lífinu mínu, þá var ég 11 ára og þá var ég ástfangin af íslenskum hesti sem heitir Fridolin. Og síðan þá var ég að safna allt, hvert einasta snifsi Ísland og langaði alltaf að koma. Frá 11 ára aldrei? Já, ekki að greinast, það var þannig. Yndislegt. Og ég er bara með stóra möppu og safnaði allt inn í það og var í sambandi við Íslands sendiráð og ferðarþjónustöð á Íslandi og eitthvað svona. En foreldrar mínir voru aldrei voðalega hrifnir að fara með mig til Íslands. Nei. Og svo ég gemdi bara þennan draum og keypti mér meira að segja fyrsta orðabók þegar ég var 14-15 ára. En þú talar frábæra íslensku miðað við að þú ert flutt hérna bara 2005, segirðu? Já, en maður er nú aldrei sátt með sjálfan sig. Það er bara þannig. Og ég var ekki að læra að tala neitt á þessum tíma, ég var bara varla að lesa þessu stöfu. Þannig. Gassi, vinur minn, hann sagði að hann ætti erfitt með að fallbeygja.
Ég sagði að það væri alveg skiljanlegt. Ég ætti mjög erfitt með það líka. Þannig ég held að það þurfi ekkert að vera erlendubergi brotin til þess að tala ekki fullkomni íslensku. Veðrið, það nú mikill munur á veðrinu eins og mörgu öðru milli Þýskalands og Íslands. Íslenska veðrið eitthvað sérstaklega erfitt? Mér finnst þetta bara sérstaklega eins og núna, mér finnst það æðislegt. Bara að dimma og komið snjór? Þetta dásamlegt. Það bara kemur snjór og bara algjör jólasnjó eins og daginn og ég get ekki beðið að kveikja á jólaseðinu í glugganum og þetta bara, mér finnst það alveg frábært. Þetta tímabil fram að jólunum þá stend ég alltaf á bremsunni og vil bara, nei, tíminn má ekki fara svona rætt. Nei, þegar ég hringdi þig og plattaði þig til þess að koma og spjalla við mig, þá sagðist endilega vilja koma með köku. Já. Eplaköku. Já. Ég nú mikill aðdáandi hangikjötsins en mér farið að langa í köku. Já, ég var svolítið að spá í einu út af því sérstaklega í suðvesturhorni Þýskalands. Sem sagt, ég beinlínis frá Heidelberg og þetta við Rínardalinn og það náttúrulega heitt og lítt og gott og þá við með mikið vín eða vínberjum og svo ávexti, alls konar ávexti. Og út af því þú varst að nefna amma mín með súrkálinu áðan, svo þetta var svona típist, þá var bara eplatréið bara fullt af eplum og hvað á ég að gera með það? Og svo náttúrulega vín í kettlaranum og nóg til að því og svo bara best að hafa bæði saman í eina uppskrift og þess vegna datt mér í hug að koma með köku handa því. Heyrðu, skoðum hana, hljómar spennandi. Í dag ætlum við að baka okkur brauð en eins og ég sagði þá það náttúrulega ekkert mál því að í grunn brauð bara hveiti, olía, salt, vatn og ger. Ég hins vegar búinn að leika mér aðeins með hveiti tegundirnar hérna. Ég búinn að setja 100 grömm spelthveiti sem aðeins glúten minna, 100 grömm heilhveiti og 300 grömm venjulegt hveiti. En þó þetta bláa sem að Kornax mælir með í bakstur. Og hveitið í ég með 375 millilitra af volgu vatni. Ég set smá agave síróp til þess að fá smá sætu. Ekkert mikið en aðeins. Ég set eina matskeið af geri og hræri þetta aðeins saman. Núna á gerið að lifna aðeins við og byrjar að nærast á sætunni. Á meðan set ég smá salt í hveitiblönduna mína og vatnið út í. Ég nota alltaf smá olíu því að það gefur brauðinu aðeins meiri glans. Það verður áferðarfallegra og ég tala nú ekki hvað góð ólífuolía alltaf góð. Það mikilvægt að vinna hveitið svolítið. Látum það hnoðast í svona 5 mínútur. Ich lieg im Dreck, wieg 10 Tonnen, dreh mich im Kreis, jeder Weg führt wieder hierher. Mal meine Wand an, bin müde und krank, lieg flach, glotz mich in mein Grab, Geier auf dem Dach, warten auf Aas. Ruf mich nicht an, ich bin tot, meine Haut grün, die Augen rot, lad mich nicht ein, denn da wo ich hingeh, regnet es bloß, die Wand ist lang und zu hoch, der Graben tief und zu groß. Þetta tók ekki langa stund, en nú ég búinn að ýla ofninn örlítið og slökkva á honum, þannig að það svona léttur ylur á honum. Ég sker aðeins í brauðið svo að hefingin verði aðeins auðveldari, því að nú viljum við að brauðið okkar rísi svolítið. Setjum þetta inn í ofninn, cirka hálf tíma, 40 mínútur og bökum svo í 20-30 mínútur við 180 gráður. Jæja, nú brauðið búið að hefast
Og það var einu sinni gamall franskur kokkur sem ég var að vinna með sem sagði Halli, þú verður að hvísla meðan að brauðið að hefast því að það svo viðkvæmt. Sjáu þið, gullfallegt. Smá ólífuolíu og ég ætla að pensla brauðið, fá svona fallega skorpu og munið eins og hann François Fons sagði mig, farðu varlega því að brauð í hefingu viðkvæmt. Parmesan. Og ég hitaði ofninn í 180 gráður, þannig hann tilbúinn. Við bíðum ekki eftir hefingunni og förum svo að kveikja, við erum búin að kveikja á ofninum og hann funheitur og flottur. Við stingum þess inn í cirka 20 til 30 mínútur, en það fer auðvitað eftir þykkt brauðana. Við getum verið að gera litla bollur, við getum notað þetta í pítsu, þá þurfum við jafnvel skemmri tíma. Jæja, nú brauðið mitt búið að vera inni í cirka 25 mínútur á svona 180. Eftir ég var búin að hefa það í góðan hálftíma og ég get ekki beðið. Sjáu þið, gullin brúnan litinn og lyktin frábær. Og þið munið, þetta var ekkert mál. 500 grömm hveiti, 375 millilitrar vatn, salt, smá olía og matskeið ger. Svo við leikum við okkur þegar við erum búin að mastera þetta með að gera kryddbrauð næst, ostabrauð, heilhveitibrauð og svo framvegis. Love, oh love, I gotta tell you how I feel about you, 'cause I can go a minute without your love. Jæja, Halli minn. Þetta lítur rosalega vel út. En það ekki einu sinni tilbúin. Það bara aðeins, það kemur svona aðeins kakóduft ofan á. Svo þetta passar náttúrulega alveg í þannan ástíma, svona snjófljöll á kökunni og svo kemur svona smá, kannski aska ofan á. Vonum bara að það kemur ekki. Nei, er ekki öll góð spúin í bili? Já, það ekki. Þetta myndarleg kaka. Þetta dugar alveg bara í risa fjölskyldu. Já, þetta náttúrulega... En ætlum við ekki að klára þetta bara 2 núna? Er þetta ekki bara fyrir okkur? Jú, auðvitað. Kannski að láta strákunum að hafa líka eitthvað? Á ég að skera? Smá að þessu? Já, takk. Þetta eru epli. Ég fór sérstaklega í 2 búðir til að fá réttu eplin. Réttu eplin? Því epli ekki bara epli? Nei, það nefnilega, ég veit ekki hvað svo marga tegundir af eplum til úti. Og hér á landi, þetta kannski það eina sem ég hef saknað svolítið. Að hér á landi fæ maður kannski svona 3-4 tegundir. En hvaða epli ekki meira en það. Vilt þú fá í þessa köku? Þetta Jónagold, svo kallar Jónagold. Og hann svona pínu súrt. Eru þau græn, eru þau rauð? Nei, þau rautt gult. Okay. Og í raun og veru ódýrasta eplin sem til hér á landi. Sem sagt, þetta epli sem geymir svona sína fám í þessari köku. Og það nefnilega 1,5 kíló af eplum í þessari köku. Þetta ekta eplakaka? Já, þetta ekkert svindl. Nei. Og þetta má náttúrulega ekki vera epli sem að molna og þá væri þetta svona eplamauk í þessu. Það á náttúrulega að halda sitt fám. Og svo uppskriftin þannig en þá að vera í þessari köku heila flösku að hvítvíni. Já. En reynda var ég aðeins að plata og ég var að nota eplasafa og pínu sítrónusafa, svo það bara eins gott. Já. En ég verð að fá að smakka. Eða ekki bara? Hún lítur svo vel út. Vá.
Þetta ekta eplakaka. Það langt síðan ég var að baka hana, en mér finnst hún ennþá jafn góð. Og botnin góður. Hvað notar í botnin? Þetta svona, þetta er smjör, nei ekki smjördeig. Hvað heitir þetta á íslensku? Möbutæk. Sem sagt, þetta er bara smjör og 1 egg og hveiti saman. Ekki smjördeig, en þetta er bara svona eins og bökudeig. Eins og maður myndi setja í grænmetisböku eða eitthvað slíkt. Þetta er himneskt. Eða ekki? Ég er ekki mikill kökumaður. Ég er svona meira í hinu. Já. En þetta er frábær kaka. Já. Ekki eins sætt eins og vanalega, finnst mér, og þetta er svona góð jafnvægi. Súrt og sætt og ávexti og rjóma. Þetta er bara svona, eins og mér finnst, bara svona fullkomin blanda. Ég ætla að hringja í konuna og segja ég er komið seint heim. Ég sé á mikilvægum fundi. Nákvæmlega. Nikki, takk kærlega fyrir að koma og spjalla við okkur. Bjóða okkur upp á yndislega köku. Mér fannst rosalega gaman að koma og loksins fekk ég ástæði til þess að baka þessari köku. Stelpunni er að verða ánægðar þegar ef ég klára hann ekki að þær fái smá bita þegar þú kemur. Vonandi, en bara smá. Mat og menningu er þá lokið í kvöld. Við sjáumst næst. Verið bless. Du siehst mich an und kennst mich nicht. Und wenn ich dich zwei Fragen frage. Ostur, appelsín, garn og pennar. Allt það og margt annað í Netto. Netto. Kræsingar og kostakjör. Morgunin hefur alltaf verið svona minn tími, vakna snemma og fara út og koma síðan ferskur inn og endur nærður tilbaka og fá sér góða morgunmat. Þar hefur hafragrauturinn alltaf komið sterkur inn. Hafragrauturinn, hann bara klikkar aldrei og sama hvað maður er að fara að gera á æfingu eða eitthvað annað, þá getur maður verið viss að vera með fullt af orku á tanginum ef maður fær sér hafragraut í morgunmat. Og dagurinn er bara allt annar.